En þangað til að Jón Þór kemur, þá bara tökum við einhver aðra dagskrárlið fram með þér, held ég. Bara skýrsla stjórnar og... Ha? Nei, á þetta fánar eða svona? Já, þetta að festa hina fánar. Já, ég held það. Er það fánar til að festa hina fánar? Ég líka með, ekki ef merkt á tölvunni. Ég geði sem að... Verður það. Já, góðan daginn, kæru fundargestir. Og Vignir Ragnarsson heiti ég og formaður Ungra Pírata sem stendur. Og ég ætla að segja þennan aðalfund Ungra Pírata setta. Fyrsta mál á dagskrá er að velja fundarstýru eða fundarstjóra og ritara fundarins. Ég ætla að tilnefna Alexander Brím sem fundarstýru. Eru allir sammála því við með rétt fund? Einhver andmæli? Nei, þá telst það samþykkt. Og sem ritara tilnefni ég Huginn Þór Jóhannesson. Er einhver... Jóhannsson. Jóhannsson. Það er leiðritist. Er einhver andmæli gegn því að hann sé ritari? Nei, þá telst það líka samþykkt. Og þá ætla ég að bjóða í pontu Alexander Brím. Þið megin klappa núna. Daginn og bara verið velkomin á þennan ágæta aðalfund Ungra Pírata. Það er búið að ákveða það í ljósi þess að gestafyrirlesarann vantar ennþá. Það ætlum við að vinda okkur bara beint í næsta lið sem að gefur mér þá óumdeilanlegu gleði að biðja bara Vignir að koma beint aftur og kynna skýrslu stjórnar. Vignir, jú, gott það. Takk. Það er gott að vera komin aftur. Já, ég hef tekið saman skýrslu stjórnar Ungra Pírata 2017-2018 með svona fyrirvara um það ef það er einhverja villur eða eitthvað sem vantar upp á, þá má bæta því við og síðan verður hún birt á vefnum, á vef Pírata og afhent líka móðurfélagi Pírata ásamt reikningi félagsins í október. En stjórnarárið hófst náttúrulega með aðalfundi Ungra Pírata sem var haldinn þá laugardaginn 2. september 2017. Dóra Björt þáverandi formaður setti fundinn og hún kynnti líka frelsisverðlaun Ungra Pírata. Þá hlutu verðlaunin Úlfar Þormóðsson fyrir baráttu fyrir mannfrelsi og svo Snarrótin fyrir baráttu fyrir borgaralegum réttindum. Á þessum sama fundi hélt Þórhildur Sunna þingmaður Pírata erindi geðheilbrigðismál. Síðan voru heilmiklar umræður lagabreytingatillögur í lögum Ungra Pírata sem Viktor Orri kynnti. Það var svo gert hlé á umræðunum svo Ásta Guðjóns fyrrum þingmaður Pírata gæti líka haldið erindi sitt tjáningafrelsi og ritskoðun á klám sem var mjög áhugavert erindi. Eftir það var gengið til kosninga og kosin voru í stjórn Arnaldur, Bjartur, Einar Hrafn, Dagný Halla, Sigmundur, Elísabet, Vignir, Haukur Barri og Lilja Ósk. Arnaldur var síðan kjörinn formaður án mótframboða. Eftir kosningana voru lagabreytingarnar samþykktar. Ungi Píratar á Suðurnesjum fluttu skýrslu sína og síðan var kosið fullgilda aðild þeirra að Ungum Píratum sem var samþykkt. Síðan var komið að fyrsta fundi þessar nýju stjórnar og síðan var líka komið að það var alþingiskosningum, þá var fyrir ríkisstjórn Bjartra framtíðar Sjálfstæðisflokks og já, Viðreisn var með þetta. Hún var sprungin, þannig að á stjórnarfundinum 20. september var orðið ljóst að það yrðu kosningar 20. október, bara rétt rúmum mánuði seinna. Á þeim fundi var líka skipað í embætti innan stjórnarinnar
Arnaldur var náttúrulega formaður, Elísabet varaformaður, Bjartur gjaldkeri, Vignir, ég, ritari, Ólafur Hrafn var valinn alþjóðafulltrúi. Þar að auki var skipað í kosningastjórn á þessum fundi með Elísabetu sem varamann og Hauk Barra sem varamann. Í aðdraganda kosninganna voru margvíslegir atburðir eða viðburðir skipulagðir. Til að mynda voru fjölmargar vísindaferðir sem Arnaldur formaður sá um. Annar viðburður var bíókvöld þar sem Blade Runner myndin, gamla eldri myndin, var sýnd í tilefni af því að nýja myndin var að koma út. Síðan 17. október var viðburður Djúpalaugin haldinn með öðrum unglingahreyfingum. Sá atburður fór fram á stúdendakjallaranum og var afar vel sóttur. Þar stóð Dóra Björt, fyrrverandi formaður Ungra Pírata, sem mjög vel fyrir hönd Pírata og kannski, ég veit það ekki, en kannski var hún valin sem til þess að fara á date með þessum. Það voru svona þess að tveir ókveðnir kjósendur og kannski var hún valin, ég þekki það ekki. Á stjórnarfundi þann 18. október var svo breyting á stjórnina að Haukur var gjaldkeri í stað Bjarts sem þurfti að draga sig í hlé vegna Anna. Annara viðburður Ungra Pírata fyrir kosningarnar var brainstorm í bjórglasi með helgarafni sem var haldið á Hressó 19. október með ágætri mætingu og skemmtilegum umræðum. Síðan tókum við þátt í pólitísku partíi þann 27. október, einmitt hérna í hinu húsinu með öðrum unglingahreyfingum og síðan 20 ára síðan var gengið til kosninga. Ja. Og Ungi Píratar tóku aðallega þátt í kosningabaráttunni með því að halda þessa fyrrnefndu atburði sem höfðu til ungs fólks og svo með því að sinna öðrum tilfallandi sjálfboðaliðastöðum. Eftir kosningarna var svona nokkra vikna hlé tekið á meðan svo stjórnarmeðlimir og aðrir meðlimir Ungra Pírata getur jafnað sig eftir kosningarnar. Síðan þegar fór að líða jólum var horft á Star Wars Episode 7 til að hita upp fyrir 8. kafla myndarinnar sem var að þá koma út. Síðan 16. september var jólaskemmtun haldin á Merringabar hérna í Sumagötu í samvinnu við uppreisn unglingahreyfingu Viðreisnar sem tókst vel til. Síðan eftir jólaskemmtunum var fundarhlé fram í jól og áramót og fram til í lok janúars, það var svolítið langt jólahlé. Og síðan var haldið nýlega kvöld 10. febrúar, þar sem var fámennt en mjög góðmennt. Og þá byðu ærin verkefni eins og páskapönk og sveitarstjórnarkosningar voru næsta leiti. Og á sama tíma var orðið ljóst að margir innan stjórnarinnar hefðu þurft frá að hverfa og gátu ekki tekið áfram þátt innan stjórnarinnar. Þess vegna var blásið til aukaaðalfundar þann 17. mars síðastliðinn. Og þar létu að störfum Arnaldur, Elísabet, Bjartur, Haukur, Liljós og Dani Halla. Og ég vil nota tækifæri núna og þakka þeim fyrir velunnin störf í þá Ungra Pírata. Og þeirra í stað voru Valborg, Huginn, Sofía, Hjalti Björn og Alma Ösp kosin inn í stjórnina. Vignir, Ólafur Hrafn og Sigmundur héldum sínum störfum áfram innan stjórnarinnar. Og síðan ég var sem sagt formaður í stað ritara og Valborg var kjörinn varaformaður á fyrsta stjórnarfundi nýrra stjórnar og Hjalti Björn var skipaður samfélagsmiðlafulltrúi. Það er athugasemd með skýrslu stjórnar. Já. Já, ég var bara ekki búinn að segja það. Það reyndar ekki en... Nei, ok, ég kannski sagði það bara. Já, einmitt, Huginn var ritari en í stað mín sem var formaður. Já, þá var komið að páskapönk í Ungra Pírata og sem var haldið 30. mars. Þetta var frekar stór atburður
fyrir alveg nýskipaða stjórn og þar komu fram Hemúllinn, Sigga Rappetta, hljómsveitin Hástafir, auk uppistandarana Árna Hjartarsonar, Greifs Hjartarsonar og Helga Steins Gunnlaugssonar. Og þar var mætingin feikið góð og mikið stuð og greinilegt að páskapönki að festa sig í sessi. Eurovision-vaka Pírata var síðan var skipulega ungu Pírötum og haldin 12. maí, sama kvöld og lokakeppni Eurovision var. Og þar var boðið upp á létta veitingar og pítsu frá Pítsunni, sem fékkst með mjög góðum afslætti, eins og sumir þekkja til. Þá var komið að stóra verkefni þessa árs, myndi ég segja sveitarstjórnarkosningar 2018. Og þær voru haldnar 27. maí, tæpum 2 mánuðum eftir að ný stjórn tók til starfa. Og Ungir Píratar aðstóðu töluvert við þær, til dæmis með því að safna undirskriftum, hjálpa til á fundum og á pallborðum, með að taka myndir eða bara aðstóða frambjóðurum á einhvern hátt og hjálpuðu til við kosningaveislu og lokapartí Pírata og hjálpuðu til við undirbúning fyrir Hvappbræður í sjónvarpi. Og síðan í aðdraganda kosninganna tók félagið líka þátt í barsvari Garðabæjarlistans ásamt öðrum ungliðahreyfingum sem stóðu á þessum Garðabæjarlista, sem voru flestir flokkar fyrir utan Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Og sá atburður var vel sóttur, þrátt fyrir að ekkert lið frá Pírötum, ekkert páskauslið hafi unnið í þetta sinn, en þetta var líka haldið í Garðabæ og fjallaði mestu leyti Garðabæ. Og þá var mikil almenn ánægja með Unga Pírata, meðal grasrótarinnar og sérstaklega má nefna að Sigmundur Þórir, gjaldkeri félagsins, hann vann dag og næturlangt við að taka upp og klippa myndbönd fyrir kosningabaráttuna og þar talið að félagið hafi svo sannarlega sannað mikilvægi sitt og mikið áhugasömu fólk kom til starfa í félaginu í þessari baráttu. Og það má gjarnan halda þessu áfram, þessu góða starfi þegar kemur í næstu kosningu. Síðan í kjölfar kosninganna var framtíðarfundur 2. júní, þar sem næstu skref voru rædd og hvaða áherslur fólk vildi hafa í félaginu. Og þeirri vinnu var síðan haldið áfram á spjallfundi þann 21. júní. Þar var líka rætt svokallaða skemmtinan Pírata og Ungir Píratar hjálpuðu til að manna þá nefnd og hún kemst vonandi í gagnið sem fyrst. Þá var tekið sumarfrí í júlimánuði og í ágúst var síðan fundur málefni dagforeldra 8. ágúst sem var fámennur en mikill áhugi meðal fundarmanna þar. Og degi síðan var skiltamálum fyrir gleðigönguna en Ungir Píratar tóku þátt í göngunni ásamt öðrum unglingahreyfingum þann 11. ágúst undir yfirskriftinni þverpólitísk samstaða og við áttum góða fundi með unglingahreyfingunum fyrir fundin og ræddum ýmislegt. Meðal annars á að þrýsta á þingsályktun verði samþykkt frá öllum hreyfingunum sem tóku þátt og það á eftir að ganga eftir því máli eða sjá hvort að sá áhugi síðan þá fyrir hendi. Og síðan hefur aðalega verið að skipuleggja aðalfund Ungra Pírata og líka frelsisverðlaun Ungra Pírata og þau verða afhent sem fyrst en þá eftir að ákveða nákvæma dagsetningu. Og þar með lýkur skýrslu stjórn. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta Vignir og kannski bara fyrir hönd borgarstjórnarflokks Pírata þá ætla ég að taka undir það sem var komið fram í skýrslu stjórnar að bara Ungir Píratar voru okkur ómetanlega aðstoði í kosningabaráttunni núna í vor og þegar það var ljóst að það var mikil þreyta í grasrótinni og í félaginu eftir margar kosningabaráttur á stundum tíma og erfitt að fá sjálfboðaliða og erfitt að koma hlutum í verk þá gengu Ungir Píratar inn bara með miklu afli sem að bara við hefðum ekki getað gert þetta án og bara, hvað sem var, þið skilið alltaf bara þakklæti og það var bara frábært, takk. Ég ætla líka að hvetja
alla sem vilja bjóða sig fram til stjórnar að gera það. Það er ennþá hægt inn á expundupirita.is. Ef þið hafið áhuga á stjórnarsetu þá endilega klárið að bjóða ykkur fram þar. En nú ætlum við að taka, í staðinn fyrir að fara beint úr skýrslu yfir í reikninga, þá ætlum við að bjóða hann Jón Þór Ólafsson, þingmann, upp á svið og hann ætlaði að halda hérna stutta ræðu fyrir okkur. Gefum honum gott klapp. Ég ætla bara að nefna að vantar þess að 2 til að bjóða sig fram til að kjöldmannastjórn. Já, 2. Vantar ennþá 2 segðir til þess að bjóða sig fram í stjórn. Hvort ég hann svona bær til að sitja, þannig að þið verða að leita hana. Já, við erum ekki ennþá ung. Já, svona næstu. Eða svona maður byrjar að finna það allavega svona farin að koma ákveðin einkenni inn, jú, maður er orðinn 40, maður er ekki ennþá 30 eitthvað. Þetta tikkar inn. Í vor, ég kannski byrja bara því, í vor að þá svona byrjaði að tikka inn hjá mér sem betur fyrir horfði ég á þessa auglýsingu hjá VR kulnun. Þannig svona tek svona kannski persónulega nálgun á þingstarfið. Ég fór svona að reka mig ákveðin einkenni þar eins og minnið var ekki alveg jafn gott og ég fór svona að hugsa hversna er ég alltaf svona þreyttur, ég er svona ógeðslega þreyttur og svona ákveðin einkenni og svo horfði ég á þessa auglýsingu og sá, já, heyrðu, ég var svona eiginlega byrjaði bara einhvern veginn að sætta mig við það að þetta væri kannski bara eitthvað sem bara væri kannski farin að vera viðvarandi. En sá auglýsinguna, fór til gamla sálfræðingsins sem ég fór einhvern tíma til á sínum tíma og sagði, heyrðu, nú þurfum við að bara setjast niður og finna einhverja leið til þess að minnka stress. Þannig að það er eitthvað sem maður finnur náttúrulega í starfinu. Bygging upp á stress, allt sem maður getur minnkað, það stress byggist upp, allt sem maður getur losað út stress eftir að hafi byggst upp. Og það virkaði mjög vel og starfið gengur betur núna. Orðið skipulaðar og svo framvegis og þá kannski fer ég inn í þingstarfið sjálft sem að ég sagði ég myndi svona you can ask me anything þingstarfið. Þannig að þetta var kannski svona mitt intro inn í það. Er eitthvað spurningur, hvað langar ykkur að vita þingstarfið? Nokkur ykkur eru búin að koma til mín í þingið og við höfum svona lappað salina og ég farið yfir kannski eitthvað skipulað einhverju leyti. Eitt sem ég get sagt ykkur, þannig að eitthvað spurning kemur, er það að ég er búinn að tala við nefndarsvið Alþingis eða þá Alþingi á skrifstofu Alþingis sem að sjá þetta skólaþing. Það er þingið sem er undir nefndarsvið, það er svona mock-parlament eða svona uppsett gömlu stólana úr þingsalnum upp í svona þing, eins og svona þingsal. Þú ert með þingflokksherbergi, þar sem að þú ert með vissum liti og þú sest inn í þingflokksherbergi og það er svona skjár á endanum og svo ertu með, held ég að sé, 3 svona í eins konar nefnd, svona fastanemndarherbergi, alþýðra og menntamálanefnd eða eitthvað svona. Þetta er ég búinn að athuga og ég get fengið að nota þetta. Það gæti verið áhugavert fyrir fólk sem vill kannski svona koma og prófa að pröfukera svolítið sjálft og þá er tvennt í boði, annars vegar það sem myndum nota það kerfi sem að þau eru með þetta sjálf sem er þá eitthvað platmál búið til og athugasemdir koma frá almenningi og svona þegar maður situr í þingflokksherbergjum og svoleiðis, það er einn möguleiki, ég get fengið það. Eða þá við getum farið að nota það sem ég hef sett inn á Facebook síðuna mína. Eða farið inn á Facebook síðuna mína og farið undir myndir. Það farið að sjá myndir, eins og svona Magic the Gathering spil sem ég byrjaði að búa til það hvaða heimildir þingmaðurinn hefur í þingstarfinu. Þannig að til dæmis forseti Alþingis segir, já, ég lít svo á að það sé almenn sátt það að þetta sé samþykkt eins og það bara hvað sem getur verið eitthvað mjög einfalt eins og bara það að mál sé vísað til nefndar á þess að einhverja ákveðna nefndar eða hvað sem en það þarf ekki nema einn þingmann til að segja, já nei, ég andmæli þessu. Þá verður það atkvæðagreiðsla. Þá verður það að fara í hefðbundna farveg. Þannig að þetta er svona spil, þannig að þú getur spilað ákveðnum hlutum fram á spilunum, það er stilt upp þannig að þú sérð það mjög einfaldlega, ok, ef ég er einn þingmaður, þá get ég gert þetta. Ef ég er með 9 þingmenn, þá get ég kallað þetta skýrslu með kammarhæfni. Ef ég er með 2/3 þingmanna, þá með þess að get ég farið algjörlega fram með lögum það er ekki frekar gert. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að verandi með spilin í höndunum, ekki allar komin, ekki allar heimildir þeirra eru komnar
gætum við verið með svona platparlament þar sem að platalþingi þar sem við getum farið í gegnum einhver mál sem og þá er það bara hver kann best á spilin, hver kann á heimildirnar sem þú raunverulega hefur. Ég get lofað ykkur að þegar maður er komin með allar þessar heimildir í hendurnar og búin að læra þær þá eru þau með meiri skilning á allavega grunnþáttum þingstarfsins heldur en flestir þingmenn. Flestir þingmenn vita ekki allar þessar heimildir sem þeir hafa og ítrekka lenda þar að leiðandi í því að einhver segir að þetta er nú ekki hægt og svo framvegis. Og það var ástæðan fyrir að ég bauð mig fram aftur þarna 2016 því ég hafði farið að þingi, stóð fram fyrir því að fá stóra þingflokk og svo framvegis. Helgi náttúrulega ekki að bjóða sig fram, þannig að það var Birgitta var áheimat, en ég ákvað að bjóða mig fram til þess að geta komið inn og aðstoða nýjan stóran þingflokk til þess að komast hratt og vel inn í þingstarfi. Og þetta er gangað mjög vel hjá okkur núna. Þingflokkurinn er virkilega samheldinn, við erum 6, virkilega samheldinn og góður þingflokkur sem erum með núna. Þannig að einhverjar spurningar? Ég er með tvær eða þrjár. Ég er ekki erfitt að gera Alþingi sem meira plat heldur en Alþingi. Í öðru lagi ertu búin að vera með einhvern svona kostnað á spilunum eins og pólitísk kapital sem það kostar að beita einhver ákveðin aðferð eða þolinmæðina sem þú verður eiga inni fyrir til að geta notað einhver ákveðin aðferð, eitthvað svoleiðis. Og hefur við pælt í Pokémon aðferðinni sem að getur verið með bara einhvers svona menntamálar aðferð I choose you. Það er mjög góða spurningar. Kannski nákvæmlega nördarnir maður, æðislegt. Það var alltaf skemmtilegast. Ég spilaði mikið Magic the Gathering þegar ég var unglingur og var alltaf langt skemmtilegast hjá nördunum. Þeir eru svo heiðarlegir, einhvern veginn bara í sinni nördaskap. Þeir eru bara skemmt þessir, það er að dásamlega. Og ég er nörd náttúrulega sjálfur. Fyrsta, að vera með, Alþingi náttúrulega, þess að maður sér í þingsalm og svo framvegis, þetta er rosalega mikið plat og svona, en það er samt sem er rosalega mikil heiðarleiki líka. Þannig að maður ég er ekki alveg komin á það stað að vita hvernig ég ætti að svara þessari spurningu nógu vel til þess einhvern veginn að fólk fái þá upplifun eða skilji að það er óbóðslega mikill óheiðarleiki í gangi, það er óbóðslega mikill svindl í gangi, þú getur í rauninni ekki treyst neinu sem kemur frá neinum. Þú situr fundi og sá sem stýrir honum er bara keyrandi einhvern veginn hluti áfram og þá einhvern veginn þú út af því að þú kannski áttar ekki á því að þegar það er sagt við því ok, nú bara legg til að forseti vinnur þetta, en ekki eins og ég legg til bara þá bara vinnum við þetta áfram og eitthvað svona að þá 11 mánuðum seinna þá ertu bara komið með hátíðarfund á þingvöllum þar sem að þingforseti danska þingsins er á okkar þingi, skilur, og þá skilur þú bara, hversu fekk ég ekki að vita þessu? Jú, það var hérna fyrir 11 mánuðum síðan að það fekk þingforseti heimild til þess að gera þetta bara allt saman, skilur, og svo fann maður í gögnum og maður skoðar og maður sér, þingforseti fekk heimild til þess að vinna þetta eitthvað áfram, því það ekki endur ekki á engum forsendum að láta okkur vita í forsetisnefnd sem er ábyrg fyrir alþjóðastarfinu. Nei, greinilega ekki. Þannig að jú, það er klárlega óbóðslega mikið svona í gangi. Varðandi spilið sem að kostnaði við að leggja fram spilið. Ok, ég er að hugsa þetta svona, ég ætla að byrja bara á því að safna saman öllum valdheimildum sem þingmaðurinn hefur. Öllum valdheimildum sem þingmaðurinn hefur, sem 1 þingmaður, sem 3 þingmenn, sem 9 þingmenn, sem meiri hluti þingsins, sem 60% þingmanna, sem 2/3 þingmanna og síðan alls konar embætti, forseta Alþingis og alls konar heimildir. Það safna þessu saman, þannig að allt sem hægt er að gera og á þeim vettvangi sem hægt er að gera það, ef það er þingfundur þá er það hvítspil, eða nefndarfundur þá er það grátt spil, þannig að þú færð visuáli svo miklar upplýsingar að það, ok, ég er með að spila í höndunum, ég veit nákvæmlega hvar það er, ég veit nákvæmlega hver það er sem getur spilað því fram. En það, hvað kostar hann til þess að spila því fram, ég er ekki komið þangað en ég byrja að hugsa það, ég ætla að byrja á þessu, því að þá ertu komið spil sem er raunverulega þú getur byrjað að nota og þingmenn getur byrjað að nota og ég ætla að nota þetta líka sem verkfæri til þess að geta rætt við aðra þingmenn. Og fyrir okkar þingflokk Pírata til þess að við getum sagt, ok, ætlum að beita þessu ákvæði. Núna er forseti þingsins eða meiri hlutin eða eitthvað, hegðandi sér svona. Hvernig ætlum við að bregðast við? Þeir eru bara með leiðilegt veður, þau eru bara vaðandi fram og ekki hlustandi á sem það oft gerist. Ég ekki að segja þessi gerist akkurat núna, ég bara segja þetta svona ítrekka gerist. Hvernig ætlum við að bregðast við? Ætlum við að þessa heimild?
Þannig að þú færð fólk til þess að geta skilur komist að sameiginlega niðurstöðu. Já, við ætlum að beita þessari heimild. Já, við ætlum að hafna því að mál séu rædd saman. Já, við ætlum að hafna því að það megi vera með einhverja aðrar umræðu til dæmis þessu skýrslu, traustskýrslu. Það þarf að samþykkja það að umræðan yrði á þann hátt. Þannig að það alls konar hluti sem við getum gert hvað þetta varðar ef við getum sammælst um það. Og þegar við getum farið að sammælst um það í þingflokknum, þá getum við farið að sammælst um það í hina þingflokkana. Þá ertu komin með svolítið sterkar samstöðu um það að þeir sem eru með raunverulega svona megnið af valdinu meirihlutann, að þau geti ekki vaðið áfram með það og við vitum hvað við getum gert. Tvo liti sem ég langar til að tala um. Númer 1 er með fjárlögin, með fjárlögin, er það bara ýtt í gegn af meirihlutanum eða er búið að vera eitthvað samráð með minnihlutanum? Ok, fjárlögin eru spes sem lagafrumvarp. Þau samkvæmt lögum þingsköp, þá verða þau vera lögð fram sem fyrsta mál, það er alltaf fyrsta mál. Fylgjandi þeim eru síðan tekjuöflunarfrumvarp, sem fjárlagafrumvarp, gjaldafrumvarp, tekjuöflunarfrumvarp og strax í kjölfar. Það kemur fram í starfsáætlun þingsins að það eigi að fara síðan í, fyrst alltaf í fyrstu umræðu, við búum með það, svo ferði nefnd. Fjárlaganefnd, Björn Leví er okkar fulltrúi þar. Hún er að gera frábæra hluti með því að hafa eftirlit með því hvernig þetta allt saman virkar. Síðan eftir það að það er búið að koma mikið af umsögnum og svo framvegis og það er náttúrulega mikil vinna hvað þetta varðar, að þá kemur það aftur inn í þingið aðra umræðu. En sjáðu, í starfsáætlun Alþingis, forseti lagði til sumarfundum og við sögðum, það þarf að færa þetta fjárlagafrumvarp, eða það er þessi aðra umræðu fjárlaga eitthvað aðeins nær jólunum, þetta aldrei er að ganga svona, en ok, þetta var samtíkt svona. Að þá horfum við síðan á starfsáætlun fjárlaganefndar og fjárlaganefnd er ennþá með að þetta er löngu, það er að segja, það sem starfsáætlun Alþingis segir stangast á í starfsáætlun nefndarinnar. Það er bara strax í upphæð. Þannig að mitt hlutverk í hvað þetta varðar er að, og ég er búinn að benda á þetta og halda áfram að gagnrýna það þarf að laga starfsáætlun Alþingis. En ok, síðan þegar þetta kemur inn í aðra umræðu, að þá í þinginu, samkvæmt lögum þingsköp, hafa allir þingmenn alltaf rétt á að tala aftur og aftur og aftur og þarna er þetta með málþófsheimildina. Nú, þú þarft ekki einu svona að fara í málþóf út af þetta fjárlagafrumvarp sem er svo stórt, svo viðamikið að það hafa allir í rauninni sterka réttlætingu fyrir þess að koma aftur og aftur og tala. Þannig að það yfirleitt lendir ekki því að menn fara eitthvað að kalla það málþóf því þetta er svo stórt mál. Þannig að það verður mikil umræða það og hún yfirlega tegir sér langt inn í desember. Sem er líklega ástæða fyrir því að fólk setur svona snemma dagskrárna til þess að síðan geta sagt, heyrðu þetta á að vera löngu búið og svo framvegis. Og því að síðan, menn náttúrulega eru þetta að tala þetta, síðan þarf menn einhvern veginn að finna sér eða það yfirlega gerist til kannski séð einhvern veginn uppnám rétt fyrir jólafrí og uppnám rétt fyrir sumarfrí. Þetta fjárlögin er það sem við verðum að ræða þetta. Hversu mikið þessi þingstörfin hafa breyst? Hvernig spurningu sem er á þingi núna eftir þú byrjar? Já, kannski betur á það. Ok, spurningin er hvernig menningi breyst á þinginu eftir að fleiri flokkar koma og hvernig finnst mér vera núna en þegar ég byrjaði. Sko, ef ég tek þá bæði fókusinn frá mér og það verið í mismunandi stað á þingflokki og svo menningin samhliða. Sko, þegar við byrjum það að vera 3. Það er mjög lítill þingflokk. Þú getur eiginlega ekki verið með minni þingflokk heldur en 3. Annars ertu ekki með þingflokk nema, jú, það var að læra það bara nýlega. Þú getur sagt þig, ef einhver segir þessi úr þingflokki, það eru 2 eftir, eða þetta á þingflokki. Ég held að það væri ekki, það er mjög ok, undir þeim kringumstæðum er náttúrulega komum við inn Pírata mjög ný og þú farið ákveðið svona honeymoon period, þess að nýjur, hver eru þau, skilur, hvers vegna Píratar, hvers vegna veldur nafnið Píratar, allt þetta, skilur, þannig að
svolítið honeymoon-period þess að þú ert að tala hvað þú ert að koma á skiptir máli og grunnstefna og svo framvegis. Gagnrýnin náttúrulega, þeir muni kannski ekki gagnrýnin alltaf á, þið hafið enga framtíðarsýn og þið hafið enga fortíð, enga rótlaust fólk, það hafið enga fortíð og enga framtíð. Náttúrulega svörum því og svo náttúrulega fór grasrótin að byggja upp, sem sagt ekki bara, eða það byggjað út frá grunnstefninu, öðru stefnum, þannig við fórum að stefnu í fleiri málaflokkum. Menningin þá eru 6 flokkar á þingi, Björt framtíð, Píratar, svo það sem hefur kallað fjórflokkurinn. Þá ertu með í rauninni 2 aðila sem eru búin að vera lengi eða einhvern tíma innan Bjartrar framtíðar. Það eru Marshall og Einar Steingrímsson. Það er svona, það er sá flokkur, samt sem verður nýtt flokk með þeim. Alltaf ég myndi segja að fjöldi þingflokkanna hefur kannski mest svona sýnileg áhrif í því hvernig það er einhvern veginn að stilla sig saman. Það er að segja að því fleiri, því erfiðara er kannski að stilla sig saman. Því fleiri einhvern veginn kannski svona sjónarmið þar var hluti. Það segja kannski það var kannski helsta birtingimynd af því á hvað það er marga flokka, þingflokka eða flokka á þingi. Hvað það er mikið af nýju fólki, að þú sér það svolítið mikið í, maður sá alveg hvað einhvern veginn, það voru þingmenn sem voru búin að vera lengur þegar ég kem að þenn fyrst 2013, það voru Píratar, að það er formfastara, skilur, það er fólk sem að þekkir einhvern veginn svona þessar óskrifuðu reglur og er einhvern veginn fylgjandi þeim svolítið mikið, sem að er ekkert jafn mikið til staðar núna. Þú komur í gegnum þessi ár, hvað er búið að vera, það voru kosningar þarna, kom mikið nýja fólki inn þá, svo aftur 2016, svo aftur 2017, þannig að þú ert mjög óbúslega mikið af nýju fólki sem er ekkert endilega að fylgja reglunum og það er að segja þessum óskrifuðu reglum og hefðum og svona, en líka fólk sem að þekkir ekkert endilega aðreglum og það á líklegum eldir sem kannski þekkir ekki í rauninni hvað það geta gert en náttúrulega minna eftir því sem að þingmennir eru nýjir. Þannig ég vil segja kannski að það væri svona kannski helst að upplifa hvað þetta var. En aftur á þingflokki Pírata, svo verður þið 10. Það var alltaf þegar þú 3 og við erum ný og það er svona okkur honeymoon-period og við getum sagt, já ég myndist við höfum ekki tíma til að sinnisöllu, svo erum við 10, þá verður það sinnisöllu. Fórum yfir í það og flokkurinn fór allir náttúrulega, var farin náttúrulega í því meira í það að við erum með stefnur í öllum málum. Frábært, það bara safnaðist upp, þannig að við vorum komin með það, við vorum komin með stefnunar og komin með fólki til að sinna starfinu. En þá varst við líka með 10 til að gera það. Svo minnkum við aftur niður og við erum komin í 6 og það eru 8 náttúrulega fastanefndir. Og svo áttu ykkur á svona vinnu álæginum að þá ertu með 8 fastanefndir, þannig að það er eitthvað sem þarf að vera í 2 nefndum, 2 sem þarf að vera í 2 nefndum. Svo ertu með forsætisnefnd og svona fyrst að ég held maður að það var kannski eitthvað stórt en svona núna, ég er búinn að vera það sko oft. Hellingsvinna það, þú er basically með aðhald með forseta Alþingis í það hvernig hann er að peita sér og svo framvegis. Og ef þú missir af því skilur sem ég nefndi áðan að forseti segir á einhverjum fundi bara með ætluðu samþykki, já svo bara vinnur forseti eitthvað áfram. Já, svo bara 11 mánuðir síðan er bara þýðir það að hann er bara búinn að ákveða allt fundarhöld og hátíðarfundi hérna á þingvöllum. Þannig að maður verður að vera óbúslega vel vakandi og ég var að hugsa þetta hérna þegar ég var foreldrafundum daginn að þá er maður ræður kennara og kennarinn er allir náttúrulega vel viljaður að allir skilja, vilja skilja hvernig hann er mjög vel. Það er akkurat öfugt þegar þú ert á einhverjum fundi í fastanefnd eða fundi á Alþingi. Þar vilja allir misskilja hvað, eða þar vilja allir að eftir fundin að geta sagt, já þetta er ekki það sem við sömdum. Þetta er ekki það sem við sagðum, þetta er ekki það sem við gerðist. Þannig að það sem ég fer að gera, ég fer að setja svona myndrænt upp og ég gerði þetta núna, við erum að ræða aukna aðstoð fyrir þingflokkana, þessi aukna aðstoð með fyrir þingflokkana. Þannig ég setti þetta bara myndrænt upp. Hvað er þetta sem er á borðinu sem við erum að semja um? Ég bara tekna þetta fyrir Excel, ég ætla þetta að mynda. Ég var svona að prenta þetta. Og þá bara, þú veist, er það á borðinu og þá bara að tússa inn á það, ok, erum við að tala um þetta, erum við að tala um þetta? Og hvað skrifstofustjóri Alþingis að koma, er það þetta sem við erum nákvæmlega að tala. En þetta er svona það að gera, þannig
þetta svona, hefur kennt mann einhvern veginn svona að finna leiðir til þess að passa upp á það að það getur enginn sagt eftir á, já nei, þetta er ekki þessu við nefndum. Ég svona nefndi þetta mitt við hérna kennarakrakkanum minna á foreldrafundi, hvað er gaman að kemur þarna og við erum alltaf að reyna að skilja hvort annað og svona. Og ég ætla að setja upp einhverja mynd sjálfur varðandi krakkana minna þar sem ég er búin að skoða skólakerfi. Það er ákveðin réttindi sem þú hefur sem barn, samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, samkvæmt lögum og reglum, samkvæmt námskrám, búin að fara hún í þetta allt saman. Setja svona myndrænt fram hvaða réttindi sem barni hefur, hvað er svona þarft uppfylla. Þá náttúrulega í samtali við kennarana, hvað virkar og svo framvegis, þá er það samtali mjög auðvelt. En skulum segja að þetta er ákveðin svona, þú er komin í extrím aðstæður með þetta, þannig að þú þarft að vera óbóðslega duglegur því að passa upp á það að hlutirnir komist mjög vel skipti skilja. Ég var fyrir spurningu. Aðeins herra. Þú ert að tala áðan að þú veist með þingflokk og þú veist það eru 3. Hvað ertu með að hvað einn mann eða 2? Hver er þessi munur? Já, spurningin er, ég talaði það þingflokk var með 3, hvað var bara með 1 eða 2 menn inni. Sko, samkvæmt þessari 5% reglu sem er víst, hún kölluð það, hún það ekki alveg, Björn Leví er búinn að vera að skoða þetta og það actually hægt að koma fram hjá hann einhverju leit og hann mun kynna ykkur betur það, mjög cool pæling hjá hann. En eins og þetta hefur verið praktíserað og eins og útfærslan á því í dag, að þá færðu annarkvæmt 3 eða 0. Það er þessi á landsvísu, já, ef þú býður fram á landsvísu, þá getur þú fengið einhverju uppnáttar og það fær enginn út úr kosningum 1 þingmann. Það fær enginn út úr kosningum 2 þingmenn, þú getur bara fengið út úr kosningum 3. Það er síðan þingflokkurinn, aftur á móti ef þú myndir segja sig úr, þá getur þú verið með 2, það er lágmarkstalan, ef að síðan aðili númer 2 segir sig úr, þá ertu með 1, það getur ekki verið flokk, þú getur ekki með flokk einu sem þannig að per definition er það ekki lengur þingflokkur. Ég tekkaði á þessu einmitt þegar ég sá þetta þennan máli. Já, það þarf ekki að bjóða sig fram á landsvísu, það gerist þarf að kemur eitthvað framboð sem býður sig bara fram í Reykjavík norður eða bara fram í Suðurkjördæmi, ef þú færið lágmark til að fá 1 þar. Já, ok. Er það ekki? Jú, líklega. Það ekki málið með Sturla Jónsson? Jú, Sturla Jónsson. Þetta er góð punktur. Það væri ekkert að lenda eins í þeirri stöðu að það væri 1 þingmaður Sturla Jónssonar og það væri ekki Sturla Jónsson. Ok, þetta vissi ég ekki, en það er greinilega hægt að Alexander segja það að einhver myndi bjóða fram bara einu kjördæmi, koma einum mann inn og vera þá yfir 5%, gerir ég ráð fyrir. Bara í því kjördæmi sko, í því kjördæmi, er ekki að kvöldbúta þingmenn. En komast henni. En þú myndir þurfa að fá 2 inn til þess að geta verið flokkur, getur ekki verið þingflokkur. Þú myndir kannski að kallast til og vera mannið. Þá myndir þurfa kannski að breyta reglunum eitthvað en á þingi til þess að, út af það er svo óbóðslega margt sem hangir á þingflokknum, við erum átekjur á því, eins og búið að stilla þessu upp. Til þess að temja þingmenninu, það er nákvæmlega sem ég gert, það segir í stjórnarskránni, þingmaður skal aðeins bundinn á sannfæringu sinni en engu öðru því sem að kjósendur hans eða flokkurinn hans eða eitthvað segir. Þetta segir stjórnarskránni. Síðan bara er búið að skapa kerfi í kringum þingmannin að ok, ætlar að fá að taka til máls í þessu í máli? Já, nei, þingflokkarnir eru búin að koma sér saman fyrirkomulag að þú fær ekki að tala. Ætlar að fá að vera í einhverju nefnd? Já, þingflokkarnir eru þeir sem að tilnefna, leggja fram listana og já, þú ert greinilega ekki þeirri nefnd sem þú vilt vera í. Þú sér rétt á einni nefnd, bara það er eitthvað leiðilega nefnd sem ég langar ekkert að vera í. Langar að fá að tala í óundirbúnum fyrirspurnum, vera með eftirlitshlutverk gagnvart ráðherrum, já, þingflokkarnir ræði því. Og nú á dögunum voru þeir að reyna að setja störf þingsins sem við kannski séð þar alltaf 30 mínútur og þá geta þingmenn komið upp í 2 mínútur hver í upphafi þingfundar og talað, ekki við ráðherra sem eru svo óundirbúnir, heldur bara talað störf þingsins. Þetta ætluðu að fara að kvótasetja núna á dögunum inn í þingflokkana. Þannig að það var ekki lengur þingmönnum sem hefði heimilt að fara á stað og ákveða ég ætla að tala í dag og ég ætla að gagnrýna eitthvað sem er að gera sem í þinginu. Nei, þeir ætla að setja þetta kvótasetja til þingflokkana að þingflokkarnir fengju 2 mann hver. Og þingpíratar náttúrulega sjálfsögðu gagnrýndu það og það þurfti allir þingflokkar til þess að heimila þetta þannig að við náðum að stöðva þessa þróun. Það sem þetta hefði þýtt var það að þú komið með að færa, við segjum við viljum vald dreifing sem það er í 7. kafla okkar grunnstefnu.
Þetta er svona svolítið að fara að vinda þennan lið niður, svona mikið haldið dagskrá. Vignir, ætlar varst þú með spurningu? Já. Og, já, spurningu. Þú með spurningu viðbúð, hver eru heitir? Ok. Ef tveir þingmenn segja sig úr þingflokki geta það stofnað nýjan. Og svo líka að þú myndist á réttindi nemenda. Bjóstu til svipuð spjöld fyrir það og ég hætti að finna það einhvers þar. Það sem ég gerði varðandi rétt nemenda, ég er bara búinn að fara í gegnum reglugerðin rétt til aðstoðar, séraðstoðar. Búinn að fara í gegnum hann og það með ofboðslega mikið af hlutum eins og það verður að vera einstaklingsnámskrá, það verður að passa upp á þarfir nemendans og í námskráni. Þannig að ég er búinn að taka þetta saman, þetta er ekki orðin skjöl sem ég get gefið út, en ég er búinn að stilla þau upp þannig að leið á það tilbúið þá get ég gert þetta svona tiggskjöl og gera það líka mynd. Ég var með grein, þeir sem hafa áhuga, ég var með grein sem heitir athyglisbrestur og ofurathygli. Það teiknaði ég svona mynd af því, þú ert með þetta batteri sem að þessi executive function sem framkvæmdar eins og athygli, vinnsluminni, hvatastjórn, ganga alltaf saman batterið og hvað það er sem það er batterið vandamálið okkur sem erum að ADHD. Þannig að setja þetta svona myndrænt upp þannig að það sé einhvern veginn aðgengilegt. Þú veist með þetta fyrir fram að þig og enginn getur sagt eftir á, já nei ég skildi ekkert hvað vorum að tala Þannig að basically auðvitað fólki bara geta að tala saman og komast að lausnum það hvernig, þannig að þetta er það sem við þurfum. Þannig að barnið hefur ákveðin rétt á þarfir þegar kemur að námsefni, þarfir þegar kemur að námsumhverfi, þarfir þegar kemur að félagsþroska, þarfir þegar kemur að öðrum þáttum, það er rétt sem ég man ekki. En þetta er allt í lögunum og lögin og reglurnar eru rosalega góðar fyrir réttindi barnsins. Það bara er ekki verið að framfylgja þeim nógu og það er ýmsar ástæður og það er alveg skiljanlegt en það þarf það. Það var önnur, hin spurningin? Já, ég var fyrst, ég myndist á það að ég var fyrir örlítlu forma samtíð frá framskólinu. Þetta er frábært að hafa það. Frábært, já, ok, takk. Og hin spurningin var... Skal láta það vita þegar þetta er búið. Já, það var tveir þingmenn. Já, tveir þingmenn segja sig úr, það er þingflokk og tveir segja sig úr og ætla að stofna aftur þingflokk. Ég held ekki, en þá ertu aftur bara komið samningsstöð og túlkun og svo fram. Svo ég get sagt ykkur að inni, þá er ofboðslega mikið túlkun, það er ofboðslega mikið það er ekki verið að fara að lögum. Á til dæmis ef að nefnd samþykkir frumvarp, það er að nefnd segir ekki við samþykkjum frumvarp sem sendum við áfram aftur til umræðu til Alþingis. Það er að við ályktum þetta sé frábært. Þá verður hún að gera kostnaðarmat á því ef það hefur verið breytt eitthvað frumvarp. Aldrei gert, aldrei. Það er ítrekað ekki verið að fara að lögum. Það er alltaf að skipa framsögumann á fyrsta fundi og þetta er eitthvað sem ég er að skoða núna og tala með nefndasviðum. Það bara gera það ekki. Þannig að það er mjög algengt að það sé ekki verið að fara að lögum og reglum inn á Alþingishúsinu. Áhugavert. Ég gefa Jóni bara átt klapp og það var fyrir þetta, það var mjög áhugavert. Leggja það fyrir fundina því að við erum svona svolítið eftir áætlun að við vindum okkur beint í kynningu frambjóðenda svo það getur verið klárað fyrir hálf og svo þegar meðan það verið að kjósa þá getum við farið í reikninga og lagabreytingar. Eru fundarmenn sáttir við það og ég bið það bara þá sem eru sammála því að rétt upp hönd. Einhverjir sem eru á móti og einhverjir sitja hjá. Það er þetta samþykkt og þá förum við beint í kynningu frambjóðenda. Ég ætla að leyfa mér að nota bara handaáskenndu röðina sem kemur upp þegar ég fer inn á x.pirata.is frambóðið í stjórnungra Pirata til þess að nota þá handaáskenndu röð til að bjóða þeim hér upp að kynna sig og þeir fá 2-3 mínútur hver og fyrstur upp í pontu myndi vera Einar Hrafn Árnason. Gefum honum gott klapp. Góðan daginn. Ég býð mig fram, kannski ekki sem aðalmann í stjórn Ungra Pírata. Ég gerði það í fyrra og þurfti bara mjög snöggt að hætta þegar ég var kjörinn sem varaformaður Sambands íslenskra framhaldsskólanema. En það vantar varafólk í stjórnina og ég held að ég geti alveg sett smá tíma í það að svona hjálpa til í miklum önnum eða koma inn í staðinn fyrir einhvern ef það þarf. Þannig að ekki kjósa mig. En ég ætla þá að vera þarna neðst á listanum.
Þá næsti frambjóðandi Gamithra. Hún erlendis, var eitthvað sem ætlaði að kynna hana? Vignir, endilega, komdu og kynntu Gamithru. Já, Gamithra er einmitt einn svona sem kom inn í starfið í kosningunum og ég bara verða að mæla mjög mikið með henni. Hún hefur sýnt mikið frumkvæði, hefur mikið áhuga á að taka þátt og hún hefur meðal annars menntað við mig. Hún er sjálf mjög upptekin núna á hackathon í London á Englandi en hún er menntað við mig að hún vilji sérstaklega verða svona atburða- eða viðburðarstjóri Ungra Pírata sem var í nýtt embætti en mjög þarft embætti og hún veit líka almennt auka virkni og finna eitthvað handa öllum að gera í félaginu og bara sem dæmi sem hún var að senda mér daginn. Ég er að finna það dæmi viðburði sem hún hefur á að halda á hausti. Hún er til dæmis fyrirlestrarsería ungra heimsborgara vímuefni og eða veip, geðheilsu, hagkerfið. Það er mjög mikið af málefnum þar. Umræðukvöld eða hugmyndasmiðjur. Hún er líka að leggja fram að hafa prjónakaffi Pírata sem að sumum geti þótt mjög skemmtilegt. Halda bíókvöld. Og til að útskýra hvað til dæmis hugmyndasmiðjunar eða umræðukvöldin byggja á hugmynd sem er kallað Aristóteles kaffi og þá er einhver bara mætt á fundin 1 klukkutími eða einhver ákveðin tími gefinn og fundurinn kemur sér saman hvað vilja þið ræða Síðan er bara rætt það málefni í þennan tíma. Þannig að hún hefur mjög mikið af góðum hugmyndum og ég mæli með hennar. Og best að gefa þetta? En ég var bara búinn að kynna þetta. Næst myndum við vilja fá Hjalta Björn Hrafnkelsson. Endilega gefum hún bara gott hlapp. Það er spurningin til frambjóðanda. Já. Er það bara á eftir bara saman eða? Ég hugsa að það sé best þannig, en já, þess að við erum það fá og þetta er það fámynd og góðmynd. Byrjum bara að þeir fá að kynna sig og svo er það að spurningum á það. Ok, ég heiti Hjalti og var í stjórn kosin inn á aukað aðalfundi og var samfélagsmiðlafulltrúi. Gerir mig ekki líklegan til að bjóða mig aftur fram í það embætti ef við viljum halda því embætti. Fyrir sem sagt verumna í stjórn Pírata var ég formaður nemendaráðs United World College Red Cross Nordic og hef alltaf haft mikinn áhuga á stjórnmálum og á starfinu við leitt. Mig langar til að beita mér fyrir því á þessu næsta komandi ári að við sem félag Ungir Píratar munum í auknum mæli fara að þróa okkar eigin stefnumál sem munum reyna að ýta á eftir. Við munum bæði reyna að virkja grasrótina hjá Píratum og að virkja það að Píratar fari að úthugsa svona sína eigin stefnu, sérstaklega í málum sem koma beint að ungu fólki og verðum skilvirkari í því að móta svona hvernig við hugsum hlutina og í hvað átt við okkur finnst ungu fólki í Píratum hvert Píratar eiga að stefna. Og ég held ég láta bara gott heita. Takk alveg fyrir. Þá skulum við bjóða næstan upp í pontu, ef mér skjáttlast ekki, Sigmund Þórir Jónsson. Gjörðu svo vel. Já, góð daginn. Ég búinn að vera nokkuð oft í þessari stjórn. Ég búinn að vera í
mjög mörgum stjórnum innan Pírata og mér langar í raun að halda því áfram. Embætti sem að mér langar að bjóða mig fram í gjaldkeran og líka vera aðstofamaður við aðstofamaður ritara á sama tíma. Áherslunum sem ég vil gera til dæmis eitt aðalmál sem ég langar að gera fyrst að koma að staðfestu samningu við móðurfélagið að fá fastan fjárstuðning upp á 1% sem að væri þá kringum 500.000 á ári. Þá væri fyrsta lagi miklu auðveldara að plana allt árið í einu og eiga til flugsjóð svo að þegar við erum að senda fólk til útlanda á vegum Evrópusambandsins eða Pírata erlendis þá þarf fólk ekki að borga úr eigin vasa. Það myndi auðvelda að senda fólk út alveg svakalega mikið. Og ég einmitt sammála með Hjalta að koma starfsemi félagsins almennilega af stað og til dæmis seinasti dagskrárliðurinn sem að það mín hugmynd að reyna að velja eitthvað svona áhersluatriði fyrir stjórnina fyrir næsta starfsár. Og já, einmitt, gera okkar fyrstu stefnur. Eins og staðinu núna þá officially engar stefnur til hjá okkur. Einhverjum spurningar? Þegar við þarna saman í restina? Já, þá ég búinn. Næsti frambjóðandi sem við ætlum að biðja að koma og kynna sig Sofía Kristelmacher. Gefum henni klapп. Já, góðan daginn. Ég fyrir í stjórn Ungra Pírata síðan í mars og vil halda áfram að vinna með því sem mér þykir vænt sem eitt innflytjendamál því ég sjálf innflytjandi flytja til Íslands fyrir 2,5 árum og eitt sem ég langar að gera til dæmis podcast hvernig innflytjendar lifa í Reykjavík og hvernig hægt að taka þátt. Því margir vita ekki það getur taka þátt í stjórnmálum og samfélagi þátt ekki ríkisborgari. Og ég með MA í menntunarfræði og vinna á leikskólum, þess vegna hef ég líka áhuga á menntunarmálum. Og já, að virkja ungt fólk og börnum í því sem þeir geta gert og eitt sem við gerum til að svara þessi dagforeldrafund. Við langar að geta þetta áfram með því með ungum foreldrum og bara vera í alla samfélaginu, ekki bara ungt fólk sem kannski 16 til 35 ára. Og ég hef svolítið takmarkan tíma en ætla að vinna í verkefnum sem mér langar að gera og kannski hjálpa Gamítur að skipuleggja atburðir fyrir Unga Pírata. Þá næsti frambjóðandi sem ætlum að biðja að koma og kynna sig Valborg. Gjörðu svo vel. Djúk. Hæ, ég heiti Valborg. Ég var varaformaður Ungra Pírata núna síðast, þessu stutta. Og mig langar ennþá að halda áfram af því að ég bara svona rétt byrjuð, var svo stutt. Við einmitt heldum málefnafund málefni dagforeldra og næsta dagskrá að halda podcast það og þá skýrslu sem var skrifuð með henni Þorlaugu og ég ekki búinn, þannig að þið verða að kjósa mig. Það bara þannig. Ok, bye. Þetta var Valborg. Þá næst á dagskrá Vignir. Endilega komdu og kynntu þig. Já, Vignir Árnason heiti ég. Ég ennþá formaður Ungra Pírata, eins og heyrðum við kannski það. Talaherra? Já, Talaherra. Takk fyrir það. Fyrst ég var kosin inn haustið 2017 þá sem ritari. Tók við sem formaður félagsins núna í mars á þessu ári. Og
innan ungra Pírata þá hef ég beitt mér fyrir aukinni samvinnu við önnur unglegafélög með því að halda viðburði og ganga saman með þeim í gleðigöngunni og við hyggjum einmitt á meira samráð og samtal við þau. Og ég líka hef bara hagað stjórnartíð minni þannig að ég er opið fyrir hugmyndum annarra og hef reynt að stjórna ungu Pírötum þannig að frekar að ég deili ábyrgð og verkefnum jafnt svo allir innan félagsins fái tækifæri til að blómstra og fái tækifæri til að koma sínum málum á framfæri. Og það til ég hafi tekist vel hingað til og er miklu auðveldara fyrir mig, þá þarf ég ekki að stjórna öllu eins og einræðisherra sem er ekki lýðræðisleg. Og svona aðeins mig þá brenn ég fyrir bara réttlæti og uppbyggingu í samfélaginu okkar og samvinnu og áður en Píratar urðu til og áður en ég viss almennilega að þeir væru til þá var ekkert annað stjórnmálaafl sem ég svona samsamaði við en ég núna tekið þátt í þeirra eða innan Pírata bara heilum huga því ég held að þetta sé stjórnmálaafl sem getur breytt Íslandi til hins betra í framtíðinni og sýn þess og grunnstefna er svona lykilatriði í því. Þannig að það verði til öðruvísi og betri stjórnmálamenn að því sem ég tel, sem hafnar engum hugmyndum og sem horfir sérstaklega til framtíðar. Það skortir oft á framtíðarsýn í íslensku stjórnmál og þá er ég búinn að tala. Takk fyrir mig. Þá erum við búin að heyra kynningu allra frambjóðenda og þá ætlum við kannski bara spurning hvernig við viljum hafa það. Nú smá spurningatíma, við smá tíma fyrir spurningar. Hvort við viljum fá þetta að koma öll hérna upp fyrir eða hvort við viljum bara hafa þetta meira svona kósí og spyrja bara það sem þið sitja. Hvað finnst ykkur? Já, það er rétt, kameran ræður, þannig ég ætla bara að biðja alla frambjóðendur sem eru á staðnum, það sem eru ekki hérna get ekki beðið neitt, að koma hérna og standa aðeins fyrir svörum. Komið. Og þá bara, já, standið það sem að kameran sér ykkur endilega. Ég standa bara sikkur með við. Jú. Þá er það bara spurningin, hvaða spurningar viljið þið að byrja þessum simma? Já, það er þetta með langa ganginn. Alltaf eitthvað bank í opnunum. Svo þessi fullir á lofti. Eigum við að laga það? Laga það aðeins. Sko, maður með einmitt að pæla í hvort við ættum að nota kameruna sem var með lengri og ég var nei, við þurfum bara að hafa púltinu. Hvað eru margir í stjórn? 5 + 3. 5 + 3? 8 manns. Já. Við verðum 7 sem er bjóða. Já, þannig að það er tæknilega séð ennþá eitt sæti laust. Ég var að... Næstu 10 mínúturnar. Það er einn sem búinn að segja að þetta vera varamaður. Já. Það er ekki Þannig að það er bara... Já, svo er gammitra líka. Jú, í rauninni það er þessi sem er erlendis. Já. Þetta er út af. You snooze, you lose. Er ekki bara þannig. Spurning. Við vitið því hvernig með það að við sem erum orðin 35 ára megum við kjósa í þessum kosningum? Orðin meira en 35. Ég er 35. Þú ættir að geta gert það en þú... Það er til 35, þannig að við leiðum 36 held ég. Já. Það mátti ekki. Þá dettur út. Ef þú er 35 þá heldur þú sér segja. En tjekka kerfið á þessu sjálfkrafa eða þarf ég bara... Nei, ég held náttúrulega ekki sko. Það er... Hvað segirðu? Ég held að kerfið eigi að skoða sjálfkrafa. Já, það? Og ef þú getur kosið. Ok. Ertu meðlimi þings í unga Pírata? Þá áttu að kjósa, eða ekki? Þá getur þú kosið, já. Allir sem eru í félaginu ungi Píratar eiga að geta kosið. Og það er bara gildir það 30 daga regla. En ég veit að Alexandra hefur verið aðeins lengur í Píratum en þetta. Ég held ég að það verið næst lengst eða þriðja lengst af öllum sem eru hérna inni í Píratum. Ég er búinn að vera frábæð í Ég er líka búinn að vera ég er bara ekki búinn að vera sýnileg.
Ég er búin að vera sér í Brautarholtinu. Hvað finnst ykkur vera viðfangsefni Ungra Pírata helst? Kosningaréttur í sveitarstjórnarkosningum. Fyrir ungt fólk. Að þess að ungir Píratar séu þrýstiafl fyrir lækkun kosningaaldurs í sveitarstjórnarkosningum. Og þáttöku ungt fólks. Það er þetta við okkur á þinginu, þetta er mjög skemmtilegt, þetta splittar svolítið flokkum. Já. Þingmennir séu og þingflokkarnir séu með eldri kjósendur og yngri kjósendur, það er alveg næstum því eftir þeirri líka. Já, það ekki. 5 mínútur. Þetta er málið hennar kvöldu jakt. Ok. Og Andri slaði fram síðast og næstu því ekki. Það kom í 3. umræðu. Já. Við vorum tilbúin með gleði ávarp þegar önnur umræða var búin. Og bara viðburð og allt. Já, við vorum með viðburð reddi. Þannig við verðum reddi þegar já, við verðum reddi þegar það verður ekki. En það er gott að vera í góðu sambandi. Já. Varum við líka að tala það kannski af eitthvað svona fræðsluefni? Já, einhver rökstuðningur fyrir því að það var ekki hægt að setja í gegn var vegna þess að það er ekki til neinn fræðsla fyrir unga kjósendur sem aldrei kosið áður. Það dáttu okkur í hug að við myndum bara búa til það fræðsluefni sem það var ekki hægt að segja að það var ekki til. Það var ekki alltaf stutt í kosningarnar. Það var einmitt að það væri stutt í kosningarnar til þess að geta frætt. En já, stutt í kosningarnar, en stutt í kosningarnar ekki líka. Er til eitthvað formelt fræðsluefni fyrir fullorðna? Nákvæmlega. Nei, það var hinn rökin á móti en það er ekki verið að fræða neitt í þessu hvort þið er. Það er alltaf til skólaþing, þannig að unga fólk er líklega betur mentað að gera frá þingi heldur. Og svo líka af hverju þetta að fá að kjósa þarna, það fær ekki kjósa hérna. Ég má, þú veist, nei, af hverju má að kjósa þarna, það má ekki bjóða sig fram. Ég má kjósa þetta til forseta en ég má ekki bjóða mig fram. Er það ekki alveg eins? Þetta er allavega, þetta er mikið hitamál. Ok? Já. Teljið það sé eitthvað sem að ungir Píratar geta gert sem félag sem að landsfélaginu eða svæðisbundnu valdafélaginu er kannski erfiðara vika að gera? Eitthvað sem að þið geti notað sérstöðuna sem ungliða félag til þess að gera? Að vera eingangspunktur ungs fólks. Já. Og líka það að við höfum unofficial leyfi til að vera skemmtilegri. Og líka þess að harðari í yfirlýsingum og við megum vera þessi klikkasanir sem eru bara extreme miðað við aðeins. Eins og vegna mína þá erum við á mjög pönkum stað og við megum vera aðeins pönkaðri. Já. Hefur verið mér svo verið sagt. Yfirdráttarheimild í pönki. Já. Ætti þingflokkur nota ykkur meira að koma með stóra yfirlýsingar? Já. Já. Ef það er eitthvað sem er svona of edgy. Já. Svona alltaf komið svona samningsstöðu, þú veist það sem ferð svona fram á allt og mikið, við gerum það bara. Já. Það má alltaf senda svona nafnlausa posta á okkur. Það er kannski samt auðveldar þegar maður er í stjórnarandstöðu að vera með svolítið bara ýktar yfirlýsingar hvort þið er. Það er kannski frekar að við myndum hafa eitthvað við ykkur að gera með þetta. Og ég er ekki vissum að þingflokkur Pírata ætti endilega að vera að forðast það sem er svolítið. Ég tók þessu bara sem djók. En ég hafi svona svolítið dettið að falla á tíma. Einhverjir sem okkar að spyrja frekar spurningi, ég er bara svolítið freka á þetta. Bara góða spurningar. Ok. Ég vil ekki bara gefa þessum frambjóðendum gott klapp og fara að gera okkur reddi í næstu liði. Þá ætla ég að fara að ná í matinn, ég vil fá kannski 1 og 2 með mér. Já, meðan að verið að sækja matinn, eigum við að vinda okkur í næstu liði eða viljum við bara detta beint í pásu eða hvernig er? Ég er að fara að ná í matinn, sko. Ok. Verður kosningar að hefast eftir 5 mínútur, ekki bara segja að það sé matarhlé og við byrjum aftur fundinn kl. 19:15. Já, það er bara. Takk fyrir. Fundi frestað. Næstu því. Þetta kom bara upp. Þegar ég þarf að fara, ég er að fara í haustfagni á Malbygginu. Ég get sagt ykkur aðeins varandi, ok, Andri sem þetta frumvarp er guð, kallar það alltaf það, ok, Steingrímur hefði
tímann til þess að halda áfram yfir þar sem við getum þangað til að niðurstöður kosningar verða ljósar, þá munum við kynna þær og halda svo áfram þess að fundurinn með lokið. Það sem að flesti virðast vera búnir að fá sér að borða, allavega nógu mikið til að geta þá bara staðið á beit meðan að fundurinn er í gangi, þá legg ég það til við fundinn að við samþykjum þessa breytingu á fundardagsskránni. Og næsti liður myndi þá vera gjaldkeri Ungra Pírata að gera grein fyrir reikningum félagsins. Er þessi breyting samþykkt? Rétt upp hönd sem að samþykkja þessa tilhögun. Þeir sem eru á móti og setja hjá. Þessi breyting er þá samþykkt og förum við þá í næsta lið sem er yfirferð yfir reikninga félagsins. Það reikningar lagðir fram til samþykktar, heitir það reyndar. Félagið er tæknilega séð búið að vera með ólöglega stjórn, þannig við erum ekki búin að hafa aðgang að bankareikningum okkar. Út af því að við erum búin að vera með meðlimi stjórn undir 18 ára. Þá var breytingin ekki samþykkt. Það er löglegt. Það er verið að kæra ríkisskattstjóra fyrir það. Já, en við fáum samt ekki... En eins og staðinu núna þá mega undir 18 ára ekki vera í ábyrgð fyrir félag. Við hefum sótt tvisvar til ríkisskattstjóra og tvisvar fengið neitt. Já. Því þýðir það að ég fekk aldrei aðgang að reikningum, þannig að þýðir það 10 minna aukaaðalfundur eitthvað seinna eða... Sko, spurningin þýðir þetta að stjórnin hefur verið ólögleg sem að þá kannski þýðir að... Nei, stjórnin var ekki ólögleg. Það var að við vorum ekki með prófunu. Þau voru ekki með prófunu? Já, visski. Það sem ríkisskattstjóri að gera er ólöglegt og það er að kæra. Í rauninni er ekki búið að vera lögleg stjórn síðan félagið var stofnað. Stefán er ennþá formaður. Já, þetta er tritt bæði í barnasáttmálanum og í... Já, ég er bara að segja sko Stefán eða hvað heitir hún núna? Hvað heitir hún aftur? Alma? Nei. Stefán sem... Allavega þeir eru sett, fyrir bara í hvað það þýðir fyrir félagið og kannski reyðin er ekki að til Það þýðir að þegar kemur í ljós hverjir í stjórn og ef ég fæ að vera gjaldkeri áfram þá get ég bara að ræta þessu. Já, þetta er samt líka út af undir 18 ára dagslega líka. Já, það er bara það sem stoppaði það. Það er bara það. Það er í vinslu. En þýðir það ekki bara að það þurfa að vera að velja gjaldkeri og formann sem að séu yfir 18? Nei, allir stjórn þurfa að vera. Nei, ekki eins og varamaður. What? Aha. Svona er þetta bara þangað til að þessi kæra eða áskorun fyrir kæra. Þá eru bara að banna að vera undir 18 ára í stjórn. Sem gera skólafélög? Líka að komið fram að ég það var sett athugasemd við einn aðila sem var í stjórn undir 18 ára en ekki annan aðila sem var í stjórn. Það er svolítið pínu fyndið. Þetta var eitthvað svona undarleg Og ekki í það í neinu lög eða það. Það er bara... En það hefur verið nefnt þetta að nú er nefndafélög og stúdentafélög og eitthvað sluðis starfað ára saman og þetta er ólöglega. Það er skilíkinn. Ef ég má. Sem sagt, við höfum verið oft bara að skila ekki inn stjórn til ríkisskattstjóra eins og hann hafnar þeim bara argant. Við höfum ekki nægt í með sem okkur, það er alltaf fengið bara. En ég held að Sif sé að joina lög í að kæra ríkisskattstjóra. Og Ungir Píratar gerði það líka. Já, við erum líka. Þannig að ég var búinn að leggja til tillögu að leiða þetta bjargast með nýri að þegar við fáum prókúru og sem verður að vera sem fyrst, þá getum við lagt eða farið við reikninga og þeim verður auðvitað að skila til móðurfélagsins í október. Já. Fyrir að... Er hægt að fá aðstoð frá einhverju sem voru með prókúru frá síðustu stjórn til þess að bara fá hann aðgang og skoða þessi lög? Það þurftum að tala við sko fólk sem var í fyrstu. Ég meina, voru Dóra og Viktor á þeim prókúru? Nei, þau eru búin að afsala sér henni til Arnalds til dæmis. Er Arnalds einhvers staðar? Ekki hund. Þú stjórn maður ekki með prókúru heldur? Jú, þar ætti Arnaldur og Bjartur að vera með prókúru. Þetta voru skrítið. Einhver með aðgang að heimabankanum til þess að fara yfir reikningarna. Þetta er mjög skrítið vegna þess að ríkisskattstjóri hefur ekki samþykkt neina breytingar síðan 2013 eða 2014.
Samt erum við búin að fá prókúru hjá prókúru. Upp á það að setja skýra reikningum félagsins, en ekki að fá skýra reikninga félags. En já, þetta þýðir sem sagt bara að ég hef engin skjöl til að kynna fyrir aðalfundi akkurat núna. Þannig að annarkvort get ég gert það á félagsfundi eða auka aðalfundi að... Já, við myndum bjóða hendi félagsfund og það. Væri það löglegt að gera á félagsfundi eða þyrfti að vera auka aðalfundi? Getum ekki samþykkt á aðalfundi? Ég held að það þurfa að vera auka aðalfundi. Já, þetta verður þá bara... Er það einhver fattur til að samþykkt? Það verður að vera komin á til 30 dagar. Það verður að vera komin einhver fattur til 30 dagar. Er líkt þessi kæra klárist fyrir október? Eða fyrir nóvember? Nei, en eins og... Er fjármyndur undir 18? Nei, Núna verða enginn undir 18 ára. Ok, flott. Þeir fara bara að fara sig yfir í framvóðaráð. Já, ok. Flott. Ok, þá er það sem lagt fyrir fundin að það er ekki til sem sagt útlistun á fjármunum félagsins og verður ekki til fyrir að eftir nýstjórn tekur við í fyrsta lagi. Já, og ef ég fæ gjaldgerðstöður þá ætla ég að reyna að vera búinn með þessi gögn og uppkast af fjárhagsáætlun innan við mánuð. Sko, ég hef alltaf nógu tíma í það sko. Það er bara spurning sko, ég myndi eiginlega leggja það til við ykkur að fresta aðalfundinum og láta nýja stjórn klára, en það gengur eiginlega ekki upp sko að þið þurfum að klára aðalfundir fyrir lok september. Já, þetta verður þá bara auka aðalfundur og félagsfundur einhvern tímann í október eða nóvember. Þá getum við sagt, getur við farið laust yfir í hvað þetta peningum og hvað við fenguð á, en leggur það fyrir fundin að samþykkja með fyrirvara að ítalegri rök byrjist á auka aðalfundi. Já, þá get ég bara nefnt það sem ég man frá seinustu aðalfundi. Mér minnir að við tókum við með 8.000 krónur, cirka, og svo er hægt og rólega búin að tínast inn á reikningin frá flöskum. Bara flöskur og dósir sem við safnað og farið með millifært inn á reikningin. Er þetta undir 400.000? Ó já. Þá skiptir þetta í rauninni einhver mál? Nei, þetta er... Já, ok. Þetta er vel undir þeirri uppnætt. Það er eftir að rauninni... Þetta er ykkur í 1000 kallast. Já. Ég held að það sé þannig að þetta er skila inn í skilta samstæðureikningin ef að þið séu með veltu upp á 400.000. Nú, ok. Held ég. Ég þarf ekki að með það því ég er ekki lögfræðingur. Ég nefnilega fekk símtal frá gæjanum og hann baði mig að láta sér fóka. En það er alveg rétt að þú ættir að tala við hann. Þú segður bara að þið séu með mjög litla veltu, hvort að það sé þá nauðsynlegt, en ef það er nauðsynlegt þá bara ferð þú þá í það. Þú leggur það fyrir fundin að það eru óverulegar upphæðir. Já. Þannig að við eigum kannski núna ykkur 20.000 kall, 15-20.000 kall í mesta lagi. Já, hvað segir þú? Þannig ég er að skrifa þetta í fundargerð, þá er það að lenda það að reikningar verður lagðir fram á aukafundi í október eða nóvember. Já. Og þá er það lagt fyrir fundin til samþykktar. Svo til að það lögð fram, hvaða félagar eru samþykkir því? Ok, og einhverjur eru á móti? Einhverjur setja hjá? Þá er tillagan samþykkt. Ok. Er það ekki þessi liður? Þá er þessi liður lokinn og það er ég ásköndum góða skemmt með að ljúka þessu máli að því að ég hef verið formaður og ég hef verið gjaldkeri hjá félagi og þetta hljómar svo martröð. Þetta er búið að vera það, já. Þetta er búið að vera mjög leiðilegt. Og líka fá þetta til að mæta og skrifa undir. Já, ég mæli með að gera það í dag áður en þið farið. Já, ég er einmitt búin að... Ertu búin að prenta það út? Prenta það út, bara núna. Ég get ekki fyrir að vera nýjast að tíma. Jú, þú skrifa nöfnin bara, fólk sé bara nöfnin sín. Það er að prenta út eyðublaðið þó þú veit ekki nöfnin. En ok, nú myndum okkur í næsta lið. Samþykkt hefur verið að reikningar verið lagðið fram á aukaaðalfundi og þessari stjórn er treyst fyrir því að þetta sé ekki einhver undanbrögð eða brellur. Og aðalfundurinn hefur samþykkt það að þetta fá að bíða og þá er næsti liður lagabreitingar og þá býð ég Vigni núverandi formanni að koma upp og kynna þessa einu lagabreitingu sem hefur verið lögð til. Gefum honum gott klapp.
Já, er að ræða lagabreytingu sem ég ætla að leggja fram á grein 5.2 í lögum Ungra Pírata. Hún hljóðar svo: boða skal til aðalfundar með 3 vikna fyrirvara með sannanlegum hætti og með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað og fundarboðið hafi verið öllum félagsmönnum aðgengilegt. Aðalfundur Pírata skal hafa rétt til þess að boða aðalfund í félaginu. Að þessi grein verði: boða skal til aðalfundar með 2 vikna fyrirvara og síðan breytist ekki annað. Þannig að röki fyrir þessari breytingu er að það er bara yfirleitt nóg að hafa 2 vikna fyrirvara til að boða aðalfund í félaginu. 3 vikur eru fyrir nota til dæmis fyrir aðalfund Pírata og það er svona töluverður frestur, en ég til að sé nóg að hafa bara 2 vikur til að boða löglegan aðalfund. Það er nokkur húsbílar, eitthvað dög okkur. Til dæmis nokkur. Ég náttúrulega er á landsvísu, sem að kannski er einhver út á landsbyrðingur og planfæð. Já. En það breytir ekki því að það má boða fundi með miklu meiri fyrirvara eða nefna einhverja dagsetningu þar. Þetta er bara til að hafa fundi löglegan, þá þarf að gera þetta með töluverðum fyrirvara sem getur svona stundum verið snemmt. Til dæmis það að við þurftum einhvern að fresta þessu fundum 1 viku. Út af þessu, já. Ef þú hugsa að í Ungra Pírata eru oft námsmenn eða ungt fólk sem kannski í frí í ágúst og fer ekki að hugsa aðalfund áður að september byrja og það er ekki hægt að hafa aðalfund í byrjun september. Viljið þið hafa einhverjar umræður eða einhverjar spurningar eða viljið þið ganga til kosninga þessa lagabreytingu? Ég bara segi mig, ég myndi jafnvel hafa lagt til að meiri breytingar, bara þú veist að það þurfti að vera innan við 18 mánuði frá síðasta aðalfundi eitthvað svoleiðis, en það er kannski bara eitthvað sem verður að skoða næst hvort þeir vilja breyta þessu eitthvað meira. Þannig eru spurningar, athugasemdir, breytingatillögur? Svo er ekki. Þá er lagabreytingartillagan lögð fyrir fundinn þeir sem eru samþykkir henni í rétt upp hönd og þeir sem á móti kunna að vera. Einhverju sitja hjá, þá telst þessi lagabreyting samþykkt. Ég var með eina hugmynd. Hvað segirðu? Ég held að það þurfa að vera búið, er ekki þannig að það þurfa að vera búið að kynna lagabreytingatillögur áður en að fundurinn hefst? Ég held ekki. Ok. Það er þetta alveg pæling, en Já. En ef það er ekki fleiri lagabreytingatillögur eða eru fleiri lagabreytingatillögur? Ég er með eina sem ég var að fara í. Simmi, gjörðu svo vel. Það er sem sagt að breyta kröfunum frá því að nota skúlsi yfir í að við fáum að velja hverju sinni hvaða kerfi hentar. Þess að talningaaðferðinni. Þess að skúlsi kerfið er víst ekki frekar ósanngjarnt í persónukjörum. Það sem að þeir sem eru neðst á seðlunum eru mínustig fyrir atkvæði á öðrum. Til dæmis ef ég kýs Vignir í fyrsta sæti og þú kýst Vignir í neðsta sæti, það hverfur mitt atkvæði. Já. Þetta er umræða samt sem að er svona í fyrir miklum gangi. Já. Þannig að ég myndi vilja taka þessa kröfu að nota skúlsi í lögunum og frekar að leyfa félaginu að velja. Býður kerfið upp á að þessi valin að... Já, það eru sko alveg 12 mismunandi talningafræðir. Og víst þetta? Já. Það er bara að leggja hana fram skriflega, en já. Getur þú lagt hana fram skriflega núna með að fundurinn að það yfirstandandi? Hver er fresturinn til að skila lagabreytingatillögu? Mér sýnist ekki verið neitt frestur. Þannig getur þú skrifað þetta niður? Já, hvað segir þið? Ég vildi bara að ég kannski æskilegast að þetta sé skrifað niður. Já, ég gæti náttúrulega tekið þetta fyrir á auka aðalfundur. Já, þú veist, það er eina sem ég er að nefna að þau eru búin að skrifa þetta niður síðan, þú veist, skjál sem ég get fengið. Já. Ef það liggur hvort þið er fyrir að verða auka aðalfundur, liggur þá ekki beinast við að taka þetta upp þar? Jú. En það er spurningu? Nei, bara ég vil leggja til
já, bara út af því að ég hef ekki fengið tækifæri til að kynna mér þetta nákvæmlega Akkurat. Já. Að þetta kom með meiri fyrirvara og að við breytum þessu að íhuguðu máli. Ég tek undir þessa kröfu því ég sjálfur svona, ég skil ekki sjálfur alveg þessi kosningakerfi, það væri gott að fá einhverja kynningu á þeim og Íslandi til að skilja betur málið. Lagt er til að tillögunni sé frestað. Ert þú tilbúin að draga til baka núna og leggja hann fram á næsta aðalfundi eða? Ég var að pæla að gera þá bara á auka aðalfundinum ef að... Vorum við ekki þannig að þetta félagsfundur? Þessi fundur væri þá í rauninni bæði félags og auka aðalfund. Lögum félagsins má breyta á aðalfundi með auknum meirihluta atkvæða aðila félagsins sitja aðalfund til að lagabreytingu á aðalfundi skal eigi afgreidd nema sé skýr og lögð fram skriflega. Svo eru 63 lögum félagsins má einnig breyta með samþykki aukins meirihluta greiddra atkvæða í rafrænu kosningu fyrir Pírata. Slík atkvæðagreiðsla skal standa í 7 sólarhringa að sérstök boð skuli senda út til félagsmanna að lagabreytingar til að sé til kosninga þegar hún hefst. Og já, bara þetta er... Ég var að spyrja þess að við vorum að kjósa áðan, vorum við ekki að tala að það væri bara félagsfundur. Hver munur á félagsfundi og aðalfundi? Félagsfundur er bara eitthvað fundur sem getur boðað. Nei, ertu með reikningar? Já, með reikningar. Það verður að vera á auka aðalfundi. Þannig að þurfum við að kjósa aftur? Nei, það er hægt að kjósa, auka aðalfundur þarf ekki að vera með alla liði í aðalfundur. Það er að vera með ákveðna liði sem er búið ákveða fyrirfram. Eins og síðast kursu að þetta vantar svolítið fólk í stjórn. En það er, ef við göngum út frá því að stjórnin sem verður valið núna eftir 1 mínútu verði ekki hægt eftir mánuð, þá þarf ég rauninni ekki að halda stjórnarkjör aftur þá. Huginn? Er ekki að kjósa með svo tillögu að þessi frestað til að auka aðalfundi? Upphafsmaður tillögunnar hefur dregið hann tilbaka, þannig að það er rauninni þarf ekki. Ok, þá er það komið. Núna held ég að við séum að detta í það að fá niðurstöðu úr kosningunni. Það verður bara spennandi að sjá og að tjekka á þessu. Þessu máli er lokið, niðurstöðu kosninga. Já, ég bara að kynna niðurstöðu kosninga. Var það ekki búið að vera í gangi? Ég skil. Já, þá getum við ekki bara byrja á því. Ég er ekki svona morfísdómari sem dregur allt út í hið óendanlega og röflar og býður eftir að fólk sé bara að hlusta og það er því fyrir loksins að segja eitthvað áhugavert. Nei, ok, ég er að smá djók hérna. Svo sem er Condorcet sigurvegari kosningana og nýr formaður stjórnar ungra Pírata núverandi formaður stjórnar ungra Pírata, það er Vignir. Hann er Condorcet sigurvegari. Við veljum ekki formaður ungra. Það stendur í lögum félagsins. Það var ekki gert að dóma það? Vittu nú við? Við erum alltaf valið formaður. Yngvað, stjórnfélagsins. Formaður stjórnfélagsins skal boðið nú aðalfundi. Condorcet sigurvegari skal vera formaður síðan til annars skal hann ráðinn frá Schultz-aðalfriðinu. Það var ég búin að vera formaður? Gott að vita þessu. Heilt ár, á þess að vita af því. Þetta er allavega sendur hérna. Ég nema að það sé búið að uppfæra lög ungra Pírata án þess að breyta vefsíðunni. Það gæti alveg verið. Það gæti verið. Ég skal taka ákvort að ég sjái upp. Já, þú að skoða lögin á vefsíðunni. Já. Það er gamalt. Er það gamalt? Okay, það þarf að fara í hversu. En ég held að þessi hafa samt ekki verið breytt. Ég legg til að þessi verði breytt. Þá legg ég til að nýjum ritara verði falið að uppfæra lög félagsins á vefsíðu Pírata þannig að ekki sé upp í ruglingur gild lög. En þá förum við bara í það að lesa niðurstöðuna og svo að allir geti heyrt hana. Þá eru í stjórn sitja Vignir, Valborg Sturldóttir, Sigmundur Þórir Jónsson, Gamítra, Hjalti Björn Hrafnkelsson og varamenn þeirra verða Sofía Kistelmacher og Einar Hrafn Árnason. Gefum þeim gott þakk og kannski bara fæ nýjum stjórnin að koma hérna upp og hvað séum við, taka við embætti að fyrir stjórn. Ég tekki þetta sjálfur mér. Já. Leiðilegt að Gamítra er ekki á svæðinu. Já. Er einhver með myndarinn sem vil koma að taka góða mynd af stjórninni? Komið kannski standi ekki í hliðina og standi ekki að baka við púltið. Spurning þar á með myndatöku. Við erum á milli. En er nú gott ljós til að vera með myndatöku? Við getum líka farið. Við gerum aðra mynd úti. Já, það er ekki aðra mynd út á eftir, það er megasens.
Gamitra ekki hérna, þá getum við ekki skrifað þetta plaggi. Jú, þið getur skrifað undir það, þið sem hérna skrifið undir það og svo bara að sækja hennar undir. Já. Ok. Nei, það er ekki hægt að skila inn. Það er ekki að skila inn, þið notið það að þið næstum því þetta. Já, en já, þetta er þá bara komið. Það er búið að fara í lagabreytingar, það er búið að fara í reikninga, búið að kynna nýja stjórn. Skoðanamenn reikninga og kosning formanns eru eftir. Við ekki að byrja bara á skoðanamenn reikninga. Er það ekki bara skemmtilegt? Halda hinu aðeins í uppnámi. Þannig að hverju vilja bjóða þessu fram til að vera skoðanamenn reikninga fyrir unga Pírata? Hvað er það? Skoðanamenn reikninga er basically einhver félagsmaður sem er búinn að skuldbinda sig til þess að minnsta kosti lesa yfir ársreikning félagsins fyrir hönd félagsmanna þegar hann kemur út og skrifar undir að hann sé með allan að hann sjá ekkert athugavert við þetta að það hafi verið vel unnið. Þú þarft að hafa einhvers konar smávegis vit fyrir fjármálum eða fyrir reikningsskilum. Ég er búinn að vera í sambandi einu sinni, ég get sagt meira. Já, en viðkomandi má ekki vera í stjórn og ég veit ekki hvort það eru fleiri. Hvað er á því? Bara svona það er skýrt, það er trúnaðarstarf, það ekki? Jú, það... Algjört. Algjörlega. Þess að reglun eru, það má ekki vera í neinum trúnaðarstörfum á vegum félagsins. Wow. Ekki einu sinni fulltrúi heldur. Ég meina kjörnir fulltrúi eru náttúrulega alveg off, sko. Já. Og það sem þú gerir er að fara með bókaranum yfir sjálfa reikningana líka, sko. Til dæmis, ég man að fara til Ernu og skoða möppuna sem var skoðað svona og var að fara lauslega yfir reikningunum og sjá hvort eitthvað væri að setja pening í vasa eða eyða allt of miklu í flugmiða og útþörfu eða svona. Það er basically 1-2-3 kvöld sem að þið eyðið, bara fara svona lauslega yfir og sjá hvort þið sjá eitthvað augljóst sem átti ekki að vera. Já. Mér sýnist vera 4 einstaklingar sem ekki í nýri stjórn. Einn þeirra má ekki sitja í trúnaðarstörfum utan síns félags. Ég held að sem kjörinn fulltrúi þá væri það vafasamt að ég myndi gera það. Það er náttúrulega alltaf hægt að gera þetta seinna bara opna framboð í kosningakerfinu og svoleiðis að eða á aukaaðalfundunum ef það er ekki neitt hérna sem vill fara í þetta. Það má sko, en þetta á ekki að vera svo mikið bras. Það er, ég veit ekki hvort að ég er ekki viss með þessi sammála þeirri túlkun að þú meir ekki verið í neinu öðru, má ekki einhver sem er í framkvæmdaráði vera að skoða reikninga? Ekki hjá sjálfum sér. Nei, en þetta er framkvæmdaráði ekki, mætti einhver sem er í stjórn Pírati Reykjavík vera að skoða reikninga hjá ungum Píratum? Ég held það. En þá líklega bara að það er ekki skráður í unga Pírata þess að það væri félagsmaður. Já, beitur nú við, máttu ekki vera félagsmaður. Þú hlýtur með að vera félagsmaður. Þú ættir í rauninni fulltrúi félagsmanna í að lesa þetta yfir, sko. Já. Þannig að ég ætla að spyrja einhverjum sem sitja hér sem langar að vera skoðanamenn reikninga fyrir unga Pírata. Ási. Jú. Langar þið að vera skoðanamaður reikninga? Ég sagði nei. Ok. Ég er ekki skráður í unga Pírata en ef það var ekki mót einhver ekki á móti þá get ég gert það. En þá þannig að ef ég býð mig fram til framkvæmdaráðs sem ég er að gera og kemst í framkvæmdaráð þá þurfum að segja mér út því sæti sem skoðanamaður reikninga eða þú mátt ekki vera skoðanamaður reikninga þá getur þú verið skoðanamaður reikninga. Þú mátt ekki vera skoðanamaður reikninga hjá Píratum, móðurfélaginu. En þú mætti vera hjá Ég held að það megi alveg vera hlýtur að megi að vera í einhverju Já, en það sem ég segi, þú mátt ekki vera í trúnaðarstöðu eða embættistöðu á vegum þess félags. Ég er ekki í neinu embætti núna hjá ungum Píratum. Já, þannig að þú mættir vera skoðanamaður ungra Pírata. Og ég kann það í hérna sem á það. Já, sennilega. Annarkvæmt eru einstaklingar hérna bara í öðrum stöðum eða eru með skyldu á öðrum félagum það er með ekki verið í trúnaðarstöðu eða ég er ekki í félaginu. Kannski Þannig að ég held að ég hljóta að bjóða
Huginn þá búin að bjóða sig fram í að vera skoðunarmaður reikninga. Er einhverjir aðrir sem eru þess bærir og þess viljugir? Ef svo ekki, þá legg ég til að Huginn sé sjálfkjörinn í að vera skoðunarmaður reikninga og að það verði lagt eitthvað kapp á það að finna einhvern annan frambjóðanda í að vera hinn skoðunarmaður reikninga á þessum auka aðalfundi sem verður haldinn. Náttúrulega, hann talaði að geta það, en þarf hann að vera skráður í félagið? Ég ekki viss. Nei. Allavega á eksportufyrirtækið þá eru engar kröfur gamlar. Þannig að ef þú ert til í það, þá held ég að við getum samþykkt það með fyrirvara. Ég get það sko ef það í lagi. Já. Ok. Má vera undir 18 ára. Í því? Ég veit það, já, örugglega. Já, af því þú ert ekki ábyrgð á vegum félagsins. Þú ætlar að fara ekki prófkróf. Nei. Það ekki sagt nema kostum fyrir skoðunarmanna og... Já, þá held ég að við séum bara komin með það á hreint. Þá skulum við fara í kosningu formanns, eða Huginn. Hvað heitir þú? Kristján Gísli Stefán. Frábært, og gefum þessum skoðunarmönnum gott klapp. Ósýngjarnt og óþakklátt starf sem að það einhvern þarf þó að vinna. En já, næsti liður á dagskrá er kosning formanns. Stjórn þarf að kjósa sér formann. Nei, bíddu nú við. Er það félagið sem kýs formanninn eða er það stjórnin? Það hefur venjulega verið stjórnin. Venjulega á aðalfundi sko, það var aðeins það sjálf. Að stjórnin gera það sjálf? Já. Sko, þegar ég byrjaði, þá var það kosið á fyrsta fundinum okkar. Já, en það stendur á dagskráni að það er að gera það hér, en við getum bara, fundunum getur samþykkt að leggja því hendur stjórnar á sínum fyrsta fundi ef það er áhugið fyrir því. En það er gott að geta gert það núna upp á bara að senda eina fréttatilkynningu í kvöld. Já. Er einhver hér í stjórn sem að vill sérstaklega að gefa kost á sér í embætti formanns? Er einhverjir aðrir? Ég tek það fram að það getur verið svolítið pressandi að vera beðin það svona með kamerunar gangandi og hinn sem sitjandi formann búinn að gefa kost á sér. En það að ef þú vildir gera það, þá eiginlega myndi ég gera það á kröfu, eða myndi félagið þurfa að gera það á kröfu að þú hefðir það í þér að bjóða þig fram þó þess að þetta séu krefjandi aðstæður. Þannig að þess að segja bara, er einhverjir fleiri sem vilja bjóða sig fram? Nei, það er ekki. Þá er einn frambjóðandi í embætti formanns, það er hann Vignir. Hversu er þetta? Vignir Árnason. Og telst það þá rétt fyrir formaður stjórnar og gefa honum gott klapp. Þá er ekki fleiri þættinum í kvöld, góða stundir. Nei. Önnur mál, eru önnur mál sem einhver vill taka fyrir? Önnur mál? Við erum awesome. Þið eru awesome, það er lagt fyrir fundin að þið séuð awesome. Er einhverjir sammála því? Nei. Herru, þá bara segi ég að fundi sé slítið. En má ég... Jú, formaður kannski kemur og kynir sig og lýsir sínum áherslum fyrir komandi ár. Það væri kannski ágætt. Ég kláraði ekki að segja það sem ég næstu búinn að segja. Já. Ég ætla líka kannski að leggja eitt annað mál að spurningu fyrir fundin, en ég býð með það en ég heiti Vignir Árnason. Ég er núna nýkjörinn formaður félagsins og þakka mikið þess traust sem mér er sýnt. Og svona ég myndi kalla áframhaldandi áherslur er að bara passa upp á að allir stjórnarmeðlimir og allir meðlimir félagsins séu virkir og passa að hafa stuðla áfram að valdhreyfingu og hvetja fólk til dáða innan félagsins. Ég vil ekkert meira við þetta bæta. Er einhverjar spurningar eða athugasemdir? Mér langar bara að bæta við því mál. Já. Ég vil svo til að ég satt nýlega námskeið fundarstjórn, stjórnarsetu og hvernig er svona góðast vinnureglur fyrir stjórnir félaga. Og eitt sem ég myndi leggja til að stjórnin hittist frekar fljótlega, fari yfir sínar starfsreglur, seti sér sínar eigin innri starfsreglur og hvernig hún ætlar að ná sínum markmiðum, hvaða hlutverk eru til að skipta innan stjórnarinnar og hvernig þau ætla að deila því út, af því að stjórnin hefur visst umboð frá félaginu og svo þarf að ákveða í rauninni með hvað hætti ætla að ná því umboði. Það að taka það samtal er mjög jákvætt. Jafnvel þó að fyrirstjórn hafi ákveðið eitthvað, þá er mjög hollt fyrir nýja stjórn að koma bara saman og aðeins vera búin að ræða það sín á milli.
Annað er líka bara hlutir eins og siðareglur. Jafnvel þó að fyrir stjórn hafi verið búin að velja sér einhverja siðareglur. Það er gott að nýja stjórn settist aðeins niður og skrifi niður þetta eru okkar siðareglur og svo ætlum við að vera. Þetta eru bara svona 2 mjög akút atriði sem ég held að ég myndi mæla með fyrir hvaða stjórn sem er að bara svona aðeins að fara yfir, hrista saman hópinn, eiga smá eignarhald í sínum nýju reglum þó svo að þið sé ekki endilega að finna upp hjólið sko, eða þannig. Ég held að svo ég viti til það vantar alveg siðareglur til dæmis fyrir Unga Pírata og stjórn þess, þannig að það er það til. Ég hef smá nýlega reynslu við að skrifa svona siðareglur. Já, þú mátt endilega hjálpa okkur við. En þannig að það væri mjög jákvæmt að gera slíkar reglur og þetta er líka mjög góð hugmynd hjá Alexander að hafa starfsreglur eða svona markmiðasetningu hvernig við ætlum að ná okkar markmiðum í félaginu. Og það er líka bara ekkert verra að taka bara að þið séu búin að fara svolítið yfir þetta bara ykkar á milli. Ok, nákvæmlega hvaða valdheimild höfum við, hvaða umboð höfum við, hvaða embætti höfum við sem við þurfum að deila út, hvaða verkefni höfum við, hvernig ætlum við að láta þetta passa saman. Það sé ekki bara eitthvað svona, gerir þú það ekki? Nei, þú ætlar að gera það. Við erum með formann, gerir hann þetta? Ég veit það. Það er mjög truflandi og erfitt fyrir stjórn. Sérstaklega hittist ekki reglulega, eða hittist kannski 2 í mánuði eitthvað að vera með þetta svona upp í lausu lofti. Já, það er mjög gott að hver og einn viti sitt hlutverk og viti til dæmis ef einhver tekur að sér að vera ritari að vita hvað ritari á að gera. Ritari til dæmis, það er oft misskilið hlutverk af því að ritari vissulega sér fundargerðir og sér svona utanumhald, en hann til dæmis passar upp á kjörgengi stjórnarmanna. Hann passar upp á, hann viss svona innri regluvörður stjórnar. Allan í flestu, þið getið skilgreint öðruvísi, en það er svona í flestu stjórnum með eitthvað svoleiðis hlutverk. Og hann sér í öðrum, allan í pírtafélögum, sér hann til dæmis að viðhalda vefsíðunni, að passa reglurnar séu þarna inni, að passa upp á lagabreytingatillögur, sér svolítið svona regluvörður. Já, þannig að þetta er alveg... Þetta er líka kallað skjalarvörður. Nákvæmlega. Já. Og eins og við verðum bent á, þið sjáu kannski fyrir ykkur þegar þeir eru ritari stjórnar að sjáu þið fyrir ykkur einkaritara. En það er ekki endilega það sama, því það er líka til aðalritari Sameinuðu þjóðanna. Þetta getur verið einhvers staðar þar á milli, sko. Já, aðalritari kínverska alþýðulýðveldisins. Akkurat, það er til ýmislegt og Secretary of State. Já, ritari hefur innan Ungra Pírata hingað til hefur alltaf líka hlutverk við að halda sko svona samfélagsmiðlum en sérstaklega Facebook upplýsingum gangandi. Og það er líka skipst á milli formanns, ritara og samfélagsmiðla fulltrúa. Ég kan nefna það að ritari væri einmitt svo sem að myndi verið í því vesni að ganga frá RSK-blaðinu og svoleiðis. Já, ritari sér skjalaskil og svoleiðis, en svo er það gjaldkerinn sem þarf að hafa á reikningunum. Já. En við skulum endilega ræða þetta fyrsta stjórnarfundi sem við getum bara ákveðið í kvöld. Annað mál sem ég langaði að bara bera undir fundin er hvort að við viljum setja saman kröfugerð eða svona skjal þar sem við gerum kröfur, sumar kannski svolítið punkaðar eða svona sem ganga pínu langt í hvað við viljum skora ríkisstjórnina eða eitthvað annað ríkisvald í þessu landi á að gera sem fyrst. Og ef ég næði tölvuna get ég svona nefnt dæmi það. En þá fyrst vildi ég kannski bara spyrja fundin hvort hann fengi gera þetta. Ég áfengið fyrir því með að fundumann að taka sér smá stund í að setja einhvers konar manifesto til þess að gefa út ásamt tilkynningu kjör nýra stjórnar. Já. Er það eitthvað sem að félagsmenn hafa hug á og myndu reyna að setja smá auka tíma í? Já. Það eru Valborg. Þú segir já? Já. Huginn? Það er það sem þá... Þetta er önnur mál? Já, en ég er bara sagt önnur mál. Já, liðurinn heitir þá tillaga lögð fram viljayfirlýsingu Ungra Pírata til áréttingar eða svoleiðis. Viljayfirlýsingu áherslumál Ungra Pírata. Já, ég datt í hug kalla þetta kannski bara áskorun. Áskorun eða kröfugerð Ungra Pírata. Já. En nafn og svona og skrifin eru í rauninni eftir. Hvað segir félagsmenn það? Taka sér, segjum 20 mínútur í það að
þeir sem eru hér setjast aðeins niður og komið sér saman einhvers konar orðalag að yfirlýsingu. Eru spurningar? Þurfum við ekki samt vera farin úr klukkan 8? Jú, þess að segja 20 mínútur. Já. Einhverja aðrar spurningar? Huginn? Ég legg til móttilegu að þetta gert sem sér event. Og á fyrsti eventin ykkar, eða fyrsti viðbrun ykkar bara svona smiðja. Á fyrsta stjórnarfundi, eða svona stjórnarfund og... Á fyrsta stjórnarfundi eða kannski sem félagsfundi eitthvað svoleiðis. Ég er með breytingartillögu á breytingartillögunni að það verði haldið workshop bara fljótlega til þess að koma stað einhverju svona grundvallar texta blaðsins og hann verði svo samþyktur og gefinn út í kjölfar aukaaðalfundarins sem er planaður nú þegar. Af hverju að plana aukaaðalfund? Því að það var ekki hægt að gera grein fyrir reikningum. Ég með þá tillögu við til lögurnar Vignis að í staðinn fyrir að þetta sé eitthvað manifesto sem við ætlum að gefa út núna að það verði svona stutt viljayfirlýsing með einhverjum svona stuttu vinnuleiti yfir þess sem við ætlum að gera. Eftir með einhverja bara eina línu, bara gera kröfu það að kosningaréttur 16 ára og eldri verði gert að forgangsmáli eða eitthvað svona, bara eitthvað eina. Já, ég var eiginlega að hugsa meira einhverja kröfugerð þar sem við myndum bara telja upp einhver mál og þetta þá þetta senda fjölmiðla bara í dag sem svona... Ég saman því, en að segja að það verði bara eitthvað stutt og svo með þá fyrirvara eða ekki fyrirvara heldur og það munum koma út fleiri yfirlýsingar frá ungum fyrirtum. Að gefa bara eitthvað smá svona... Eins og til dæmis... Það smá kraftur í okkur strax. Já. Samt þannig að engin fjölmiðl á því að prenta fréttina þeir komu með yfirlýsingu fljótlega. Nei, en ég meina fyrst málum... Við verðum að skrifa einhverja línu sem segir svona við krefjumst þess að við hvetjum að kostningaldur verður lækkaðir fyrir 16 ára í sveitarfélagi. Að lækka kostningaldur. Hvað segir félagið þetta? Viljið þið taka eitthvað smá vinnu núna? Viljið þið taka eitthvað mikla vinnu núna? Eða viljið þið geyma það alltaf á workshopi og aukaaðalfundi? Þetta eru svona 3 megin hugmyndir. Þannig ég kannski bara legg fyrir spurninguna fyrsta leið. Viljið þið taka þetta fyrir núna? Þeir sem vilja taka þetta fyrir í kvöld að meira eða minna leyti réttu pöndum núna. Það eru 3 atkvæði. Þeir sem vilja frekar gera þetta í kringum workshop eða aukaaðalfundin eða félagsfundi eða með einhverjum hætti setna réttu pönd. Það er þriðja möguleika að gera. Nei, þetta er bara við erum að kjósa bara á milli núna eða setna. Núna eða setna. Ok, þannig að það eru 3 sem að sögðu núna, 1 sem að sagði setna. Þá þetta er rauninni hvorugt er meiri hluti, ég ákvað að kjósa ekki af því að ég bara er í stöðu sem kjörinn fulltrúi og ég ágæti að vera að skipta með þessu. En það eru 3 sem sögðu já og 2 sem sögðu nei. Þá er í rauninni viljið til þess að halda aðeins áfram núna í kvöld. Hverjir sitja hjá? Það er góð spurning. Það eru 4 sem sitja hjá. Mér finnst það góð hugmynd að hafa eitthvað stutt núna og svo fara í eitthvað workshop og Ok, það er þá, spurningin er þá viljum við stutt núna og svo framhaldið setna og svo meira setna. Hverjir vilja það? Stutt núna og svo meira setna. Það eru 6 sem að segja já við því. Einhverjir sem vilja leggjast yfir þetta og klára það núna. Það er 1 atkvæði. Þá ætlum við að taka núna stuttavinnu í að koma út með eitthvað svona blurb og spurning. Einhver kannski að slíta aðalfundi og vita það svona vinnufundi eftir á heimildið það vinna sín sjálf. Já, lagt fyrir fundin að formlegum aðalfundi verði slitið en að í framhaldi hans verði haldinn vinnufundur og sá vinnufundur fái umboð til þess að skrifa stutta yfirlýsingu til að gefa út með yfirlýsingu nýra stjórnar. Eða búið að klára önnur mál. Það er að segja með, já, að eftir að önnur málum er lokið verið fundi slitið og vinnan frekari yfirlýsingagerð farið yfir á vinnuhóp sem að stafasendur af þeim sem hér standa eða gætu best í hópin í framhaldinu. Þannig að svo tillaga liggur á borðinu. Hverjir eru samþykkir? Hverjir eru á móti? Einhverjir sitja hjá. Tillagan er það samþykkt. Eru önnur mál? Það er ekki. Þá lýsi ég þessum
ágæta aðalfundi ungra Pírata slitið og ég þakka ykkur fyrir þolinmæðina og fyrir að hafa boðið mér að vera með í þessu. Þetta var mjög gaman. Vinnuhópi þeirra sem hér eru að skrifa yfirlýsingur til að gefa út með tilkynningum. Ég ætla hins vegar að segja mig úr þeim vinnuhópa því það er svolítið að fara að drífa mig. En bara, og bara eins og ég segi, af því að ég er einnig til fulltrú